Ég greindist 2009 í maímánuði, byrjun maí, og var þá greindur með það sem kallað intraocular melanoma, sem melanómakrabbamein inni í auganu, og ég hafði ekki orðið var við það hafði verið að vaxa býsna lengi og var orðið ansi stórt inni í auganu en uppgötvast þegar það svona fer að trufla aðeins fer að nálga sjóntaugina og byrjar að trufla mig. Þá greinist það. Og í framhaldinu fer ég síðan í geislameðferð út til Bretlands á Augnasjúkrahús þar. Það er ekki hægt að geisla þetta hér. Og var þar í svolítinn tíma í geislun. Og þessu var öll saman lokið í júnímánuði 2009. Og það var ekki vitað nákvæmlega þegar ég fer út hversu stórt svæði þyrfti að geisla og hvort að svæði sem að þá yrði geislað myndi hafa áhrif á sjóntaugina. Þannig að það er ekki fyrir á sjúkrahúsinu út í London þegar að endanlegt mat er gert á geislunarsvæðið að það er orðið ljóst að það mun hafa áhrif á sjóntaugina. Og þá sagt að líklega myndi sjónin eitthvað versna og hafa áhrif á hana sem reyndin varð, þannig að sjónsviðið á auganu var mjög lítið og líka auðvitað var ég svo sem varaði við því að ef ekki gengi vel að þá gæti það kosta það að missa alveg auga, þannig að það var svo sem í möguleiki en stefnt að því að ég myndi halda því og hugsanlegt að ég myndi verða fyrir þessum áhrifum sem að svo seinna urðu. En svo fann ég það fyrst held ég þegar ég fór að róa á kajak sem ég hefði gert áður og áttaði mig á því að ég hélt ekki alveg sama jafnvægi og ég hafði haldið áður. Þannig ég stutt róðri í kringum Viðey að þá held ég að ég hafi rúllað 4 eða 5 sinnum í engum vindi heldur bara í svona smá straumkasti og svo á leiðinni heim á lygnum sjó en í undiröldu þá valt ég aftur og þá áttaði ég mig á því að ég var ekki alveg að geta brugðist nógu vel við á bátnum þegar að því að ég hafði misst það mikla sjón á auganu að ég hafði misst svo mikið jafnvægi. Og þetta var svona svolítil uppgötvun fyrir mig og sama átti við ef ég var að fara á fjöll eða eitthvað að átta sig á hvað væri hátt niður og í hvað undirlag ég væri að fara og venjulega þá horfum maður niður og átta sig á því hvort maður er að lenda í runna eða grasi og hvað það sé hátt og hvort það sé einhverja svona steinar undir eða eitthvað. En þegar að sjónin er farin á öðru auganu, nánast alveg, að þá minnkar þessi hæfileiki, þannig að ég náði að slasa mig og líka við það og það tók svolítið tíma að aðlaga sig. En svo þegar ég veit alveg af þessum veikleika að þá gæti ég mín og kaupi mér aukin öryggisbúnað á bátinn minn og fer varlegar ef ég er að fara niður tröppur eða kletta.